Þá það 5. dagskrárliður, Glerárvirkjun 2 stöðvarhús deiliskipulagsbreytingar. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erindi dagsett 8. desember 2016, þar sem Anton Örn Brynjarsson fyrir hönd Fallorku EHF sækir deiliskipulagsbreytingu vegna Glerárvirkjunar 2 við stöðvarhús. Tillaga að breytingu á deiluskipulagi var auglýst frá 8. mars með athugasemdafresti til 19. apríl. Ein athugasemd barst frá AFH fyrir hönd Fallorku. Óskað eftir að hámarksbyggingamagn hækki úr 150 í 160 fermetra. Grunnflötur og rúmmál húsins breytast ekki, heldur verður möguleiki að hafa millihæð inn í stöðvarhúsinu stærri og tryggja þar með nægjanlegt rými fyrir stjórnherbergi, snyrtingu og rofaherbergi. 3 umsagnir bárust. Norðurorka, þar sem bent á að lagnaendi á yfirfalli og tæmingu aðal neysluvatnstanka Akureyrar við veg niður að stöðvarhúsinu. Sömuleiðis þar farvegur fyrir yfirborðsvatn. Nauðsynlegt að framkvæmdir á svæðinu taki mið af þessu og tryggt sé að umrætt vatn, yfirfallsvatn, tæmingarvatn og yfirborðsvatn eigi greiða leið með fram veginum og síðan út í Glerá hér eftir sem hingað til. Þetta kallar á ræsi og öruggan frágang við fallpípu virkjunarinnar og göngustíg sem liggja á upp með Gleráni. Rétt þetta komið fram í greinargerð með deiluskipulaginu og eftir atvikum á deiluskipulagsuppdrætti. Síðan kom umsögn frá Minjastofnun Íslands þar sem ekki eru gerðar athugasemdir við deiluskipulagsbreytinguna en vakin athygli á annarri málsgrein 24. grein laga menningarminjar nr. 80 frá árinu 2012 og óska eftir því að hafa ber í huga að skammt sunnan skipulagssvæðisins eru friðar fornminjar en þeim má víst ekki raska á nokkurn hátt samkvæmt 21. grein sömu laga. Síðan barst umsögn frá Umhverfisstofnun en engar athugasemdir eru gerðar en bent á mikilvægi þess að vel sé staðið að framkvæmdum svo nærri Gleráni og að ekki veri neitt óþarfa rask við framkvæmdir. Skipulagsráð samþykkir að hámarksbyggingamagn hækki úr 150 fermetrum í 160. Einnig samþykkt að í skipulagi komi fram hvernig tryggt skuli að vatn á svæðinu í greiða leið út í Glerá. Fallorka leita samráðs Norðurorku við endanlega útfærslu. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagstillagan verði þannig breytt verði samþykkt og sviðsstjóra skipulagsins falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Orðið laust. Þar sem enginn hefur kvætt sér ljós þá göngum við til atkvæðagreiðslu þess að geta samþykkt þess að gefa merki.